Já, við ætlum að ræða í kvöld mál Julian Assange sem hefur setið í fangelsi í Bretlandi í mánuðum árum saman og þar áður í sendiráðum hefur búin að vera á flótta eiginlega í 10 ár frá bandarísku stjórnvöldum sem vilja fá hann framseltan til Bandaríkjanna svo hægt sé að dæma hann þar í langt fangelsi. Við koma hérna á eftir og ræða þetta mál og hvaða merkingu það hefur. Ögmundur Jónasson, fyrrverandi þingmaður og ráðherra og mikill baráttumaður, Þorsteinn Siglaugsson sem ritstjóri á Krossgötum, tímarit á vefnum málfrelsi og tjáningarfrelsi og Aðalsteinn Kjartansson sem blaðamaður og varaformaður í Blaðamannafélaginu. En ég ætla að byrja fyrst á því að fá svona stöðuna í málinu með því að heyra í Kristni Hrafnssyni og byrja á að spyrja hann, Kristinn, hver svona staðan á máli Assange, hver næstu skref og hver verður niðurstaðan ef bandarísk stjórnvöld fá sínu fram? Staðan í máli Julian Assange þessi að á dögunum að þá fékk hann svar eftir að hafa beðið eftir því svari í næstu því 9 mánuði frá áfrýjunarrétti í Lundúnum, frá High Court, að hann hefði ekki heimild til þess að áfrýja sínu máli til réttarins. Það var ákveðið að biðja áfrýjun á grundvelli 13 liða, mjög veigamikilla allra, en áfrýjunarrétturinn, það er að segja þessi eini dómari, leit svo á, miðað við mjög snöggsoðið og einkennilega orðað yfirlit í sínum úrskurði, að hann ætti enga rétt á því að áfrýja þessum liðum. Það var ekki grundvöldur fyrir því. Þetta er eiginlega fáheyrt að menn fá ekki tækifæri í svona veigamiklu máli til þess að flytja mál sitt til áfrýjunarréttar og biðja réttlæti þar sem fékkst ekki í undirrétti. Það gefur Julian einungis einn möguleika eftir núna í þessum réttarkerfi í Bretlandi, það er að segja að fara fram á endurskoðun á þessu í raun með því að biðja að nýju áfrýjunarréttinn að fá heimild til áfrýjunar og þá fer málið til 2 dómara. Hins vegar ákvað þessi eini dómari að takmarka hvað Julian geti lagt fram. Hann leggur það fyrir lögmenn Julians að þeir megi einungis setja fram skýrslu upp á 20 blaðsíður sem er náttúrulega ákaflega knappt miðað við umfang málsins og að þeir fá einungis hálftíma til þess að flytja mál sitt í munnlegum málflutningi í réttarsal fyrir framan þessa 2 dómara. Það er að segja hann leggur þannig línunar það hvernig Julian getur sótt svona annað álit hjá áfrýjunarréttinum sem að einnig er ótrúlega einkennilegt að takmarka þennan möguleika. Það gefur okkur ekki mikla von það að þessi 2 dómarar sem að heyra þá þessa beiðni að nýju muni snúast gegn þessu upphaflega áliti Justice Swift sem er fyrrverandi lögmaður ríkisins, sá dómari sem að úrskurðaði í málefnum hælisleitenda sem átti að nauðungarflytja til Rúanda, mál sem að núna er stopp vegna þess að Mannréttindadómstóll Evrópu blandaði sér inn í það mál og fór fram á það að þessu er ekki framfylgt fyrir en að Mannréttindadómstóll Evrópu í Strasbourg myndi fjalla málið og þetta hefur valdið mikilli reiði meðal íhaldsmanna og íhaldsstjórnarinnar í Bretlandi þessi inngrip og er talað inngrip í fullveldi landsins. Nú, ef að framfer sem horfir, þá gæti þetta mál þess vegna verið úr sögunni í bresku réttarkerfi innan nokkura vikna, þar að segja næsta mánuði fyrir réttarhlé, þar að segja þá verður búið að ákveða það að hafna alfarið beiðni Julians áfrýjun, hann fær ekki áfrýjunarleyfi og þar með eru öll sund lokuð. Í því tilfelli þá er eina vonaglætan til að stöðva þetta framsal til Bandaríkjanna að fara fram á skyndi inngrip frá Mannréttindadómstóli Evrópu. Þeir geta það ef þeir sjá að líf og heilsa er í húfi til að mynda sem sannarlega er og óumdeilt með við
þann vitnisburð sem hefur verið lagður fram í bresku réttarsvörunum og hefur ekki verið hafnað, þar að segja að líf hans er hreinlega hætta búin ef hann framseldur og jafnvel ef að ákvörðun tekin framsal. Í því tilfelli getur Mannréttindadómstóll Evrópu gert það eins og í Rúandamálinu á grundvelli reglu nr. 39 farið fram á það við bresk stjórnvöld að þau fresti réttar áhrifum framsalsins þangað til að rétturinn hefur fjallað málið. Hins vegar ekkert gefið í þessu máli og það hefur gerst áður í sögunni að bresk stjórnvöld hunsa algjörlega beiðnir frá Strasbourg. Núna andúðin gegn Mannréttindadómstól Evrópu því líkur að menn vilja rifta samningnum eða þáttöku sinni í þessum samningi dómstólinn, fara út úr honum. Það alltaf gert á grundvelli uppstrílara fullyrðingum að þarna sé vegið að fullveldi og rök sem að Íslendingar ættu vera á góðu kunn nokkuð, því að þetta eru rök sem heyrðust töluvert þegar að rasskellingarnar hafa komið frá Strasbourg gagnvart íslensku stjórnvöldum. Þannig að þetta staðan, hún býsna nöturleg og örlög Julian Assange getur verið að ráðast núna á næstu vikum og ef ekki verður mikil breyting, myndi ég ætla að þá gæti hann verið komin upp í fangaflugvél á leið til Bandaríkjanna núna eftir nokkra vikur og þar bíður hans ekkert nema nánast í fullvissa einangrunina vist í fangelsi þangað til það réttaðir í hans máli eftir 2 til 3 ár og í réttarsal þar sem að ekki einasti möguleiki að fá réttlæti þegar að menn eru þar ákærðir á grundvelli njósnalöggjafarinnar. Þar ekki gefin nokkur svigrúm til þess að halda á lofti rökum blaðamennskunar, þar að almannahagsmuni eða neitt tvíumlíkt. Við erum að tala réttarsal sem að fjallar iðulega ákæru á grundvelli njósnalöggjafarinnar seinni tíð og þar sakfellingar hlutfallið 100%. Þannig að útlitið mjög dökkt og ég óttast mjög líf Julian Assange. Já, þá kannski rétt að spyrja því, mál Julian Assange, þetta einangra mál, sérstakt mál, eða hægt að tengja það aðför að blaðamennsku í heiminum eða minnkandi tjáningafrelsi í okkar heimshluta? Það mér mikilvægt að menn átti sig á því að þetta snýst ekki bara persónuna Julian Assange, þetta mál hans. Þetta snýst grundvallar rétt til upplýsinga og grundvallar rétt blaðamanna og geta starfað óáreittir. Þarna í fyrsta skipti verið að ofsækja blaðamann fyrir það eitt að birta sannar upplýsingar sem vissulega voru til auðmýkingar fyrir hernaðarstórveldið, en engu síður sannar upplýsingar sem voru í almannaþágu að voru birtar. Það engum blöðum að það fletta og já, þú getur flett stórblöðunum því að þau tóku þátt í því að birta þessi gögn með Wikileaks á sínum tíma. Það að segja upplýsingar frá Afganistan, frá Írak, þyrlárásmyndbandið, upplýsingar frá Guantanamo Bay og svo framvegis. Þær upplýsingar sem liggja til grundvallar ákærunum gegn honum. Þetta í fyrsta sinn sem útgefandi og blaðamaður ákærður á grundvelli njósnalöggjafarinnar. Það búið að nota þessa, eða misnota myndi ég að segja, þessa löggjöf til þess að fara á eftir uppljóstrurum. En þetta í fyrsta sinn sem að þarna spjótunum beint að blaðamanni sem að búin að vera meðlimur í ástralsku blaðamannasamtökunum síðan 2006. Hann nýlega orðinn meðlimur í breska blaðamannasambandinu og hefur hlotið fjölda blaðamannaverðlauna á sínum ferli, ekki síst fyrir þær uppljóstranir sem eru grundvöllur þessar ákæru gegn honum. Þannig að þetta aðför að blaðamennskunni og það sjá allir, það sjá öll mannréttindasamtök eins og Amnesty International, Reporters Without Borders, blaðamenn á landamæra, meira að segja American Civil Liberties Union. Það eru tugir samtaka sem að láta sig varða málfrelsið, tjáningafrelsið, frjálsa fjölmiðlun sem hafa snúist á sveif með Julian og gert kröfu það að þetta mál sé fellt niður. Þetta ofboðslega alvarlegt mál. Alþjóða blaðamannasambandið gerir það líka.
Evrópusamband blaðamanna lítur svo á að Julian Assange sé pólitískur fangi og svo eini sem að situr í fangelsi í Bretlandi og eini blaðamaðurinn í Vestur-Evrópu sem að situr í fangelsi vegna starfa sinna. Þetta alvarlegt mál og Sigríður Dögg veit að því að sjálfsögðu og ég þakklátur fyrir það að Blaðamannafélag Íslands hefur úrskurðað þetta mál og lagst á sveif með þeirri kröfu að ákæran sé felld niður gegn honum. Já, þetta hluti af þessari tilhneigingu sem við höfum séð í seinni tíð sem mjög alvarleg, sem að hefta tjáningafrelsið. Þetta aðför að lýðræðinu, þetta aðför að því opna samfélagi sem við á hátíðarstundum teljum að sé virkilega mikilvægt að verja. Þetta ef þú vilt setja þetta bara í samhengi, hluti af þessum rísandi fasískum tendensum sem við erum að sjá allan heim og þar Vestur-Evrópa og okkar heimsluti ekki undan skilin. Já, hvaðan fær Assange stuðning og kannski ekki síður hvaðan ekki? Þetta má skipta þessu eftir því hvort að ríki séu raunverulega einhvers konar leppríki Bandaríkjanna og með utanríkisstefnu sem samfléttuð utanríkisstefnu Bandaríkjanna sem ófærum að styðja Assange en síðan eru önnur ríki sem eru aðgrendari frá Bandaríkjunum sem að styðja frekar. Eru línurnar einhvern veginn slíkar í þessu? Julian hefur gríðarlegan stuðning meðal almennings út allan heim. Það ekki nokkur einasti vafi á því. Og ég hef stundum minnt menn á það að þegar að Bandaríkjastjórn var öskrandi það að við í Wikileaks værum hreinlega hryðjuverkamenn, það að segja 2011 í meðri birtingu diplomataskjalana sem var verkefni með yfir 100 fjölmiðlum út allan heim. En þá gerði alþjóðlegt fyrirtæki rannsókn á því hvaða viðhorf menn hefðu til Wikileaks og þessa stefnu að birta leyniskjöl í almannaþágu. Það var ótrúlega mikil stuðningur og það var meirihlutastuðningur í öllum af þeim 24 löndum sem voru þar sem spurningavagnin fór. Það var bara eitt land þar sem var minnihlutastuðningur, það var Bandaríkin, en engu að síður þar voru 40% svarenda töldu að Wikileaks var að gera rétt og hlutfallið fór allt upp í 90% í löndum eins og Indlandi og Suður Afríku. Við höfum líka séð það á þeim samtökum eins og ég nefndi hér áðan að þau eru öll að baki Julian Assange. Það ekki til nein mannréttindasamtök, málfrelsissamtök sem ekki styðja þennan málstað okkar með beinum hætti. Þannig að það engin vafi á því að það gríðarlegur stuðningur meðal almennings og meðal þessara samtaka. Við finnum líka fyrir miklum pólitískum stuðningi utan Vestur-Evrópu. Forsætisráðherra Ástralíu hefur stigið fram og tók það ótrúlega skref hér út frá diplomatískum sjónarmiðum að nota hér heimsókn sína á hátíðarstund krýningarhelgina í Lundúnum til þess að lýsa yfir óánægju sinni með það að þá ekki búið að svara beiðni hans það að þetta mál væri leyst í Bandaríkjunum og þetta var sneið til Breta, þetta var sneið til Biden forseta. Forseti Ástralíu hefur tekið málu upp beint við Biden Bandaríkjaforseta og stjórnarandstöðuleiðtoginn í Ástralíu, Dutton, íhaldsmaðurinn, tók undir þessa kröfu, þannig að það stuðningur þvert á pólitískar línur í Ástralíu. Nýjasta könnunin meðal Ástrala segir að 89% þeirra gera kröfu það að hann sé leystur úr haldi. Nýverið og núna í vetur fór ég alla Suður-Ameríku eða Rómönsku Ameríku og ég hitti þar forsetaríkjana, Obrador í Mexíkó, Petro í Kólumbíu, Lula í Brasilíu, Fernández í Argentínu og varaforsetan Kristínu Kirchner og Luis Arce í Bólivíu. Allir þessi forsetar leggjast á sveif með þessa kröfu og gerðu það með beinum yfirlýsingum eftir fundina og hafa haldið því áfram. Obrador forseti Mexíkó hitti Biden 4 dögum eftir að hitti mig og tók þetta mál upp
við Biden forseta og lagði fram bréf þar sem hann lýsti þeirri skoðun sinni að aðförina Julian Assange væri aðför að blaðamönnum allan heim og þar á meðal í Mexíkó. Sama hefur Lula forseti gert, tala afdráttarlaust til stuðnings Julian og gegn þessari aðför að honum. Þessi ríki sem ég nefnt í Suður-Ameríku og með Áströlum hafa íbúafjölda sem er 0,5 milljarður manna. Þannig að stuðningurinn út allan heim er mikill og meira segja hér á götunni í Bretlandi þá heyrur það að almenningur er furðulostinn yfir þessari aðför að Julian Assange. Hvar er ekki stuðningur? Það er hjá stjórnmálamönnum sem er í ráðandi stöðu hér í Vestur-Evrópuríkjunum sem þegja þunnu hljóði á meðan að vera að murka lífið úr blaðamannunum Julian Assange. Það er skammalegt. Það er skammalegt að ég skuli fá alla hennan stuðning við mitt erindi hjá fjarlægum þjóðum sem að skilja málið miklu betur heldur en að menn gera hér í Vestur-Evrópu. Ég hef ekki heyrt neitt frá íslensku stjórnvöldum, þar að segja frá ríkisstjórn Íslands, myndum gjarnan vilja fá afdráttarlausa yfirlýsingu það að þetta væri skammaleg aðför að blaðamennsku heiminum sem að felst í máli Julian Assange. Við vitum alveg að þetta fellur mál Julian Assange eins og afkvæðlegt að það er inn í náttúrulega geopólitískt samhengi og það er í sjálfum sér einkennlegt að ég þurfa að vera að berjast fyrir frelsi Julian Assange og framtíð blaðamennskunar og þurfa að vera að lesa á milli línana í heimsfréttum hverjir eru hvað er að gerast á G7-fundunum í Tókíó, en málið er einfaldlega svona að offorsið er slíkt að þetta er orðið geopólitískt stórmál og það er orðið stórmál þegar að Bandaríkjastjórn til að mynda ákveður að hunsa mjög skýra beiðni Ástralíu að leysa málið og leysa Julian á haldi þegar að Bandaríkjamenn eru að stóla á Ástrala eftir þessa stækkun Atlantshafsbandalagsins yfir í Kyrrahafið í gegnum AUKUS, bandalag Breta, Bandaríkjamanna og Ástrala í verðandi sókn gegn Kína, að menn skulu láta steita á þessu. En þetta gefur okkur innsýn í það hversu alvarlegt þetta mál er og hversu stórt það er. Og menn verða að átta sig á því. Þetta er ekki bara spurning einstaklingin, þó það ætti að duga. Þetta snýst miklu stærri prinsip og málefni og menn verða að fara vaknandi vitundur það að það er þarna í þessu máli sem menn get ekki þagað. Því að þarna í þessu máli sem við getum gefið út skýrar yfirlýsingu það að við förum hingað og ekki lengra. Þarna er línan sem við setjum í sandinn, hérna snúum við niður fasismann. Því að þetta er það sem málið snýst